Við ætlum að fjalla tvær bækur. Annars vegar það ný íslensk spennusaga sem heitir Drekinn og hún eftir Sverrir Berg. Þetta kaupsýslumaður sem var svona dálítið brattur hérna á árunum fyrir hrun. Svo fer hann og það ágætt, hann sest niður og skrifar spennusögu sem svona, það ýmislegt fléttast eins og með sjá hérna á kápunni, það þetta olíuleit sem fléttast inn í þetta Drekinn, en náttúrulega nafnið á þessu svæði þar sem að menn ætla að fara að gera Íslendinga alveg moldríka. Hvað segir ég? Já, þetta sem sagt, hún gerist bara í nútímanum, hún gerist bara eiginlega þessa dagana, sko, vorið eða sumarið 2013 og þetta sem sagt, það aðal persónan Brynjar, hann 43 ára og hann var að vinna hjá Kaupþingi og dálítill spaði þar og fekk 200 milljón krónur lán frá bankanum til hlutabréfa að kaupa, minni mig að komið fram. Já. En síðan missir hann vinnuna og farin að vinna við ráðgjöf í tengslu við endurreist fyrirtækja og endurskipulagningu og líka athuganir og hann eiginlega að athuga 2 mál. Það annars vegar kaupsýslumaður sem að fá íslenska lífeyrissjóði og ríkið í olíuútboð á Drekasvæðinu. Það að reyna svona að athuga fortíð hans fyrir erlenda vogunarsjóð. Og svo hann að athuga annað mál og svo tengjast þessi 2 máli eins og gjarnan þar hann að fylgjast með smásölu sem að höfundunni þekkir sjálfsagt mjög vel. Nákvæmlega. Og forstjórinn þar hefur svipt sér lífi að þér virðist og athuga hvort að eitthvað misjafnt sé að gerast. Bækurnar stemma ekki alveg. Og það sem mér fannst best við þessa bók að viðskiptalífinu lýst þarna af þekkingu. Já, það nefnilega og það dálítið flott og það líka mjög oft þegar höfundar að skrifa viðskiptalíf, þá það bara einhver ríkur maður og maður veit ekki alveg hvernig það var svona ríkur. Og svo þetta dálítið lýsing á samtíma Íslandi. Þessi drákur, hann hefur farið illa eftir hrunið, hann búinn að reisa sig upp á lappirnar, en að vísu virðast vera svona menn nokkuð óvandra meðalum á köflum. Kolbrún? Já, tekið undir það sem að segir, sko, mér finnst samt nokkur svona byrjendabragur á þessu, en það kannski ekkert við öðra búast, þetta fyrsta bók. Og það kannski að höfundur fellur í þá gryfju sem mjög margir höfundar gera þegar skrifa fyrstu bók, að hann of langorður. Já. Og það hefði mátt stytta þarna, það eru langa lýsingar sem hefði mátt stytta, og mér finnst persónusköpun, mér finnst hún ekki taka sérlega vel upp þar. En mér finnst seinni hlutinn, þá fer þetta út í svona byssuhasar og mikið læti, sem mér finnst bara í góðu lagi með við söguna, og þá verður hún svona fyrst spennandi, finnst mér. Já, en strákurinn sem aðalpersonan, mér finnst hann alveg bildið samfærandi og mjög skemmtilegt, hann með sameiginlegt forræði, held ég heiti, hann með 6 ára dóttur sína aðra hverja viku, og svo hann frí hina vikuna og reynir að vinna rosalega mikið vikuna sem hann hefur frí, sem að vísu lekur yfir í vikuna sem með dóttur sinni. Og mér fannst samband þeirra dálítið fallegt og ágætis lýsing á því. Já, það eina blóðsamann og mér fannst svo lýsing sko ekki hefnast. Þú náttúrulega ekki kallmaður. Æ, þakkaði fyrir að benda mér á það. Já, en þeir sem segir, sögusviðið dálítið skemmtilegt, sko, og það náttúrulega það sem skiptir svo mjög máli í þessum spennubókum, það að búa til sögusvið sem sem einhvern veginn virkar og höfða til manns og að menn hafi þá einhverja þekking á sögusviðinu sem þeir að skrifa. Og það dálítið gaman, það verið að lýsa eiginlega svona Íslandi dálítið eftir hrunið og mér finnst þetta bara ansi laglegt hjá honum, verð ég að segja.